Aftakaveður gekk yfir landið í dag og margir slösuðust vegna þessa. Verst var veðrið á Suðurlandi frá Eyjafjöllum að Vatnajökli. Þar var víða rafmagnslaust í dag en nú víðast hvar komið í lag. 500 aðstoðarbeiðnir bárust björgunarsveitum. Afar hvasst hefur verið á höfuðborgarsvæðinu frá því í morgun og á Reykjavíkurflugvelli fór meðalvindhraði hæst í 24 metra á sekúndu. Á Kjalarnesi var fárviðri tíma, hátt í 40 metra meðalvindhraði og sömu sögu var að segja í Geldinganesi. Steinsnar frá Geldinganesi við Hamravík í Grafarvogi fauk þakklæðning af þessu íbúðarhúsi í heilu lagi. Það kom alveg ofboðsleg vindhviða og næsta sem ég heyrði var eins og kviss í gegnum húsið eins og það væri bara opin hurð einhvers staðar eða eitthvað og leit út og þá var eitt stykki þak hérna út á götu og við byrjum bara á því að keyra yfir það með slökkvibílnum þannig að það er nú ekki neitt. Síðan var þakið klippt í sundur og fært inn í bílskúr. Skammt frá á landfyllingu fyrir neðan gömlu ábyrgðarverksmiðjuna í Gufunesi skemmdust að minnstakosti 7 skútur þegar þær fuku til í rokinu. Í Mosfellsbæ fauk allt lauslegt í morgun og björgunarsveitamenn tóku til þess ráðs að festa þetta hús við vörubíl til að halda því niðri. Það fór heldur betur illa fyrir þessu ameríska hjólhýsi í vindhviðanum í morgun en það er gjörónýtt eftir að hafa splundrast í verstu vindhviðanum. Þessi flutningabíll lenti út af Vesturlandsvegi í morgun. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús en slasaðist ekki alvarlega. Rokið hefur valdið töluverðum vandræðum í miðborginni. Hér hefur sjór gengið yfir Sæbrautina og björgunarsveitamenn hafa þurft að hefta fjúkandi þakplötur. Sums staðar hefur fólk átt erfitt með að standa í fæturna og nokkrir hafa leitað á slysadeild vegna meiðsla. Þannig var staðan hádegi en undir kvöld höfðu alls 38 leitað á slysadeild í Reykjavík með áverka vegna óveðursins, beinbrot, skurði og höfuðhögg. Nokkra þurftu að leggja inn og nokkrir þurftu að fara í aðgerð. Ég held að það sé engin mjög alvarlega slasaður, en þó eru slæmbrot sem að geta haft afleiðingar í einhverjum tilvikum. Þessi vegfarandi virðist hafa sloppið naumlega þegar hálft þakið flettist næstum af húsinu við Laugaveg 15. Götunni var lokað og lögregla stóð í ströngu við að halda fólki frá þangað til þakið var fest með fargi. Við Höfðatorg átti fólk erfitt með að fóta sig í mesta rokinu. Skólahald var með hefðbundnum hætti í Reykjavík en hádegi voru gefin fyrirmæli að foreldrar grunnskólabarna ættu að sækja þau í skólan. Maður að fylgja þeim heim, svo fjúki nú ekki hérna út allan bæ. Heldur að það sé þörf á því? Já, án efa. Sérstaklega með svona lítið fólk sem getur fókið. Þetta óveður kom ekki óvænt. Þetta var fyrir séð að það yrði hvellur og mér finnst það hefði átt að gefa þótt almenna tilkynningum að allt skólahald, allan grunnskólabarna yrði fellt niður í borginni í dag. Hefði ekki verið ráð að aflýsa bara skóla í morgun? Við aflýsum aldrei skóla. Nei. Það er miklu meira til en það. Verst var veðrið undir Eyjafjöllum í dag. Rafmagn var óstöðugt þar og björgunarsveitamenn áttu fullt í fangi með að bjarga lausum munum og heilu þökunum sem vildu af í verstu kviðunum. Lögreglan réð fólki frá öllum ferðalögum. Vittlaust veður var undir Eyjafjöllum í dag og náði norðan bálið hámarki í morgun og hádegisbil. Stórútkall var boðað hjá björgunarsveitum á svæðinu sem höfðu í nógu að snúast. Þakplötur og jafnvel heilu þökin fuku af húsum. Hér bjarga menn þaki af skúr í Vík. Þakklutar fuku af bæjum við Pétursey og brugðu menn á það ráð að nota bóma og vinnuvélum til að halda því sem eftir var af þakinu á útihúsum. Þar var í sumum tilfella ekki hægt að koma fólki til aðstoðar vegna veðursins. Vindhviður fóru yfir 40 metra á sekundu í verstu hviðunum og var þjóðvegi 1 lokaða hluta vegna ofsans og grjótfoks. Moldfok var víða Suðurland vegna hviða. Lögreglan afréð fólki frá öllum ferðum svæðið enda ekkert ferðaveður. Einn viðmælanda fréttastofu sagði það í raun vera að keyra í gin ljónsins að keyra milli sveitabæja í Mýrdal og Vík, svo stórar væru hviðurnar. Við Holtshverfi fóru gámar og vinnuskúrar á fulla ferð og spýtnabragg splundraðist allt svæðið. Þá var rafmagn óstöðugt. Við erum nú heldur fara að lægja hérna undir Eyjafjöllunum frá því sem var í dag en í verstu vindhviðunum brotnuðu rafmagnsstaurar eins og sést á þessum hérna. Það olli því að rafmagnslaust var á mörgum bæjum á Mýrdalssandi og í Vík og Kirkjubæjarklaustri. Rafmagnsstaurar gáfu sig víðar. Hér sést brotinn rafmagnsstaur í landi Heiðar á síðu. Neistar hlupu í sinu og segja kunnugir það mikla lukku að sinubruni hafi slokknað af sjálfu sér. Skólahaldi var aflýst á mörgum vinnustöðum lokað vegna veðursins. Menn mun ekki eftir öðru eins norðanbáli á svæðinu í áratugi.
Nær allt Austurland á kafi í snjó eftir óveður síðustu daga. Flestir fjallvegir eru ófærir og á Egilsstöðum ferjaði björgunarsveit fólk bæinn í snjóbíl. Það var blindbylur í alla nótt og ekki auðvelt að komast til vinnu í morgun. Foktjón varð í kringum Höfn í Hornafirði og þar flettist malbik af vegum og þá var Fagridalur lokaður vegna snjóflóðahættu. Niðri í byggð barðist fólkið gegnum kófið en aðrir reyndu jeppa í fjallháum sköflum. Á Austurlandi mikið fannfergi og hér á Egilsstöðum hefur fólk þurft að vaða skafla upp í háls til að komast á milli húsa. Björgunarsveitir hafa verið á ferðinni í allan dag og aðstoða fólk sem situr fast og kemst ekki leiðar sinnar. Við heldum við kemist á landgrúsunum, það dögur ekki. Þetta ómikið. Þetta hefur aldrei verið svona sem við komum hingað. Aldrei nokkuð tíma. Og hefur oft verið slæmt. Við ætlum bara að fara út í búð. Okkur vantar bara svona smáttur í. Styrkja þá meira, björgunarsveitirnar. Við kaupum alltaf kall. Alltaf. Að landsinu hafa komið svona snjór, þetta lofar góðu fyrir jeppamenn þar að segja. Bjarga fólki, koma fólki heim og draga bíla sem hafa verið fastir og allavega svoleiðis. Við erum að sækja læknisfrúna og koma henni inn á sambílið og vinna. Einhver vaktaskipti þar held ég. Við erum búin að vera að dreifa matabókum fyrir félagsþjónustuna til eldri borgara og svo erum við að fara núna að skipta vakt á sjúkrahúsinu, hjálpa starfsfólki til og frá vinnu. Við erum á 2 bílum í það núna, klukkan 2:30. Ætlum við að vera hérna að selja neyðarkallinn sem eftir dags. Svona ef við höfum mannskap í það, milli þess sem við erum að aðstoða fólk. Og stórhríð hefur geisað á Norðurlandi í dag og allir fjallvegir þar eru ófærir. Skólahald féll víða niður og almenningssamgöngur eru úr skorðum. Það hefur snjóað linnulaust hér á Akureyri í dag og skyggni verið afar slæmt. Snjómókstustæki hafa vart haft undan við að halda helstu götum opnum en margoft hefur þurft að moka sumar leiðir. Margir bílstjórar lentu í vandræðum innanbæjar og keyrðu út í skafl vegna slæms skyggnis. Maður sá ekki hvað maður var að fara. Það var svo blindað. Svo bara við hliðina 30 metra fjöla, það væri þessi fín og opna leið sem maður sá leið og byrti aðeins upp. Og þegar svona var komið, var kærkomið að fá aðstoð frá hjálpsumum bílaeigendum. Já, við erum búin að vera í þessu eiginlega síðan bara 9 morgun. Draga örgulega 20-30 bíla. Þessum er búin að moka sig kannski, búin að moka í klukkutíma, mjög glaðið þegar einhver kemur að dreifa þá. Töluverða tafir urðu á áætlun strætisvagna á Akureyri í dag, vagnarnir keyra ekki í kvöld og líklega ekki heldur á morgun. Það er óvægt að segja að þetta er búið mjög erfitt. Þetta er bara, það er slæmt skyggni og okkur gengur erfilega að komast það eru fasti bílar hist og her. Skólahald féll víða niður á Norðurlandi og fámennt var í þeim skólum sem héldu upp í skólastarfi. Það er bara brjála veður og foreldrum í raun og veru í sjálfsvald sett hvort þau setja börnin sín í skóla eða ekki. Og sumir foreldrar hafa greinilega tekið þá ákvörðun að halda börnunum sínu heima. Í mínu bekk sem eru venjulega 50 eru 27 mættir. Þannig að það er svona rétt rúmlega helmingur. Og við höldum okkur við óveðrið. Ekki var hægt að sinna snjómókstri á vestanverðu landinu í dag vegna veðursins. Óveðrið hafði fyrst og fremst áhrif á Vesturlandi að umferðum landshlutan var lítil sem engin. Enda aftaka veður á Snæfellsnesi, í Dölum, undir Hafnarfjalli og á og við Akranes. Það er ekki snjór sem að hamlar umferði hér á Holtaveruheiði. Enda stoppar hann ekki við í þessu roki. Það er hins vegar ófært á heiðinni og það er óhætt að segja það að nú eigi vel við tungubrjóturinn allræmdi. Þetta er nú ljóta ferðaveðrið. Það fór ekki að milli mála að flestir höfðu tekið mark á veðurspánni og látið ferðalög eiga sig nema brýna nauðsyn bæri til. Fyrir vikið var ekki mikið að gera í Staðarskála í dag. Komnir hvað? 2 kúnnar? Það er meira starfsmaður á viðskiptavinn. Já. Eini viðskiptavinnurinn þegar RÚV bar að garði var bílstjóri á ruðningstæki vegagerðarinnar. Vegna veðursins var meðal annars hætt við að ryðja Bröttubrekku en þar er kol ófært. Og nú verður tekið bara góðu kafftími í dag og fylgst með þeirri. Svo bara framöndu hvað hefur verið gert. Ertu búin að fara á heiðina? Áfórið í morgun. Eina ferð, langleiðan upp. Það er bara bílur, sést ekkert. Og fyrst segjum við ykkur frá því að hátt í 50 hafa leitað á slysadeild Landspítalans vegna aftaka veðursins sem gengur nú yfir. Tjónið er gríðarlegt en 200 björgunarsveitamenn hafa verið að störfum við erfiðar aðstæður í allan dag. Þetta er versta óveður sem gengið hefur yfir landið í áraraðir. Lillý Valgerður Pétursdóttir tekur við.
Aftakaveður var allt land í nótt og strax í morgun var fjöldi björgunarsveitarmanna kallaður út til að aðstoða fólk í vanda. Veðri var einna verst á höfuðborgarsvæðinu þar sem þakplötur rifnuðu af húsum, rúður brotnuðu og gámar tók á loft. Kalla þurfti eftir liðsauka frá björgunarsveitum á Suðurlandi og Suðurnesjum til að aðstoða björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu. Björgunarsveitarmenn hafa í allan dag unnið við mjög erfiðar aðstæður og meðal annars þurfti að binda niður skútur hér í Gufunesinu sem hafa sumar hverjar farið á stað. Þetta er búið mjög slæmt. Þetta er bæði búið að vera lengi, þar að segja að við erum ekki vön svona löngum tíma, en fyrst og fremst er þetta bara mjög hvasst og við erum að fá stór og erfið verkefni, þar sem virðist vera mikið tjón og oft bara töluverð hætta. Mikill viðbúnaður var á Laugaveginum þegar þak byrjaði að losna af húsi. Íbúa var mjög brugðið þegar hann áttaði sig á hvað var að gerast. Maður er bara hræddur þannig, ég held að húsið var á hliðina og ég rauninni vissi ekki að þakið væri bókið af. Síðan fer ég út og horfi upp, þá sé ég bara þakið er komin hálfa leið út á Laugavegi og ég dríf mig bara í burtu og reyna beina áhyggjunum með eitthvað annað. Þá var hluta götunar lokað þar sem óttast var að þakplötur gætu farið á gangandi vegfarendur. Það var svolítil hætt í byrjun meðan að plötur sem að losnuðu duttu hérna niður á götuna, en svo eftir að það er búið að koma böndum á þetta þarna uppi þá er nú engin hætta lengur held ég. Til stóð að nota körfubíl slökkviliðsins til að komast upp á þakið. Vindhviður þóttu hins vegar of sterkar til að það væri hægt, en verstu hviðurnar í dag hafa mælst alltaf 60 metrar á sekundu. Þá fuku 30 gámar á svæði Eimskips í Sundahöfn, en einhverjir þeirra voru fullir. Þessar myndir sem hér sjást tók Guðmundur Sigurðsson. Við lokuðum klukkan 8 í morgun og engin vinnar á svæðinu. Allir starfsmennir eru komnir í hús og við bara bíðum að veðrinu slotið þangað til við getum hafið störf aftur. Við þurfum að bara sjá þegar veðrinu slotar hvað hefur skemmst og tjónast. Útköll björgunarsveitarmanna voru af ýmsum toga í dag. Þetta er það mikið roka, það fíkur allt sem er ekki almennilega fest. Það er járnplötur að fjúka og heitur pottur. Hérna á Korptorgi vorum við að festa niður hjólhýsi fellihýsi sem fauk. Og síðan eru svona innkaupakerrur að fjúka, reyna að bjarga því þannig að fjúka ekki bíla. Þá gekk sjór víða yfir land og vindurinn reyndist mörgum erfiður. Við Höfðatorgið í Reykjavík lentu nokkrir vegfarendur í vanda. Hátt í 50 manns leituðu á slysa og bráðamóttöku Landspítalans í dag eftir að hafa fokið koll. Þetta eru beinbrot og ýmiss konar mjúkparta áverkar bara við það þetta. Á höfuðborgarsvæðinu hefur jafn slæmt veður ekki sést í áraraðir og samhæfingarmiðstöð almannavarna virkið miðjan dag. Hátt í 500 tilkynningar tjón hefðu borist af landinu öllu síðdegis. Og Veðurspáin gerir ráð fyrir því að það verði mjög vont veður svona fram undir hádegi á morgun og veðrið mun ekki fara að ganga neitt niður að ráði fyrir eftir miðnætti. Það kemur í einhvern sveiflum þannig að fólk má ekki láta blekkjast þó það dúri augnablik að þá kemur þetta upp aftur og þannig verður þetta alveg fram undir hádegi á morgun. Þetta kemur til að ganga upp og niður og maður verður að hafa varna og fylgja þeim veðurinn sem við verðum að gefa og ef við þurfum eitthvað að fara að hreyfa sig á milli svæða og skoða mjög vel hvernig staðan er. Vegagerðin hefur verið að loka vegum og eins og segið, þetta er bara með verri veðri sem við séð í mörg ár og mikil og alvarleg áhrif og fólk á að taka þessu alvarlega. Eru það að biðja fólk þá að vera inni? Já, við erum alls ekki verið á ferðinni að óþörfu og það er engin ástæða til þess að vera að taka einhverja sensa í svona aðstæðum. Meira af þessu, björgunarsveitir hafa verið að störfum á 18 stöðum á landsbyggðinni og slæmt ástand hefur verið á Suðurlandi, allt frá Þorlákshöfn að Höfn í Hornafirði og þá hefur stórhríð geisað á Norðurlandi. Viggo Jónsson og Erla Hlynsdóttir eru með þessa frétt úr Skagafirði. Ekkert ferðaveður hefur verið á svæðinu í allan dag og hefur snjónum bókstaflega kyngt niður. Blind bylur var út við Hofsós og gjörsamlega vittlust veður í Hegranesi. Eða eins og fréttarittur okkar í Skagafirði komst að orði, það hefur verið illviðri í dag. Flutningabílar frá vörumiðlun eru nú stopp en gámarnir fara að fjúka af þeim þegar vindhraðin er komin upp í 28 metra á sekundu. Er þetta mikil veðurhæð eða er þetta ófærð? Hvernig er staðan? Þetta er bara veðurhæðin, það er ekkert að hægt sem slíkri ekki, en það er náttúrulega veðrið. Við hefum miðað við að fara svona 28 metrum, en núna er þetta 50 og það er yfir, þannig að við reyðum okkur ekki núna. Bátar haldast enn á sínum stað í höfninni, en fuglarnir hafa þar leitað í var í óveðrinu.
Fáir hafa verið á ferli á Sauðárkróki í dag, þannig barust fregnir af því að þeir sem áttu tíma í nutti eða á snyrtistofum hafi aðpantað og ákveðið að sitja heima, sérstaklega eldra fólk. Samkvæmt veðurspá heldur að bæta í vindinn næstu klukkutíma og ekki reikna með að veðrið gangi niður fyrir en aðfaranótt sunnudags.